Ja, Bjarki, ég með þig hérna eftir tap á móti KR. Hvað hefur að segja eftir þennan leik? Það er bara ágætisleikur á okkar hálfu, bara Káringarnir voru betri í lokin og það var það sem skildi af, bara reynslu meiri leikmenn sem kláruðu þetta. Þetta var nokkuð jafn leikur svona allan tíman. Þeir voru svolítið að senda ykkur á vítalínuna hana alveg í byrjun og það gekk ansi illa að hitta þeim. Hvernig, svona, það lítur á að tekið smá á, svona, andleiðinni? Já, ég meina vissulega, við tölum það í hálfleik þegar við vorum undir með, undir með 9, þá vorum við búin að klikka sko 9 vítum og vorum 2 af 14 þriggjastiga og við vissum bara að skotprósenturinn okkar myndi hækka og við sagðum bara strákunum bara halda áfram að skjóta og það gekk og við vorum komin yfir og vorum komin í bílstjórasætið en eins og ég segi, alltaf þegar við komum yfir þá settum við stóran þrýst og svona momentumið eins og við köllum það svona fjall aftur með Káringunum. Hvað þurfum við að gera til þess að, núna er þetta 4. leikurinn og ekki kominn sigur ennþá. Hvað þurfum við að gera til að ná í sigur? Heldur þessi 5. leikurinn. En það er líka síður ekki kominn sigur. En jú, við erum bara að vinna í okkar leik og við erum búin að spila við hörku lið og nú þurfum við kannski að nálgast lið sem eru ekki við toppinn. En það er Tindastóll á 5. daginn og við erum bara að einbeita sér að Tindastóll og horfa á vídeó og klippur og undirbúa liðið sem best hægt fyrir þann leik. Takk fyrir gangið yfir. Takk.